það eru þessi leiki við Íslendinga, svona, ekki fyrirfram svona þægilegi leikir. Nei, ekki í þessum þjálfaraheimi, þá líður þér aldrei þannig einhvern veginn sko. Ég hef allan ekki fundið fyrir því, en það er engin hroki að segja að við séum með betra lið allan á pappírunum og það væri klárlega mikil vonbrigði að komast ekki í gegnum það þegar HM er í húfi, en ef þú veist við erum bara einbeittir og gerum þetta krafti og nálgumst okkar besta leik þá er ég bara mjög bjartsýnn og það dugi til þess að komast í gegnum þetta en þú veist það er samt einhvern veginn þannig að þegar þú gerir eitthvað með hálfum hug allan sérstaklega í íþróttum þá er oft stutt í kúkinn og við þurfum bara að nálgast þetta af einbeitingu og virðingu og gera eitthvað grein fyrir því hvað er í húfi og spila þessa leiki í samræmi við það og ef við gerum það þá bara held ég að þetta fari vel. Og fyrirleikurinn hérna heima og svona, já, síðasti landsleikur náttúrulega, já, eitthvað fram á haustið, er það ekki? Já, það er þessi leikur og svo líklegast Bosnía í nóvember, ef ég man rétt og þannig að tækifærin til þess að sjá þess að drengir ekkert eitthvað, þau eru ekki endalaust og en já, svo vona því bara að höllin verði þéttsetin ef ekki tróðfull og við þurfum líka bara á því að halda. Ég held að allir landsliðsmenn sem að spila fyrir tróðfullur höll, tala ekki þegar eitthvað er undir, þeir minnast þess með hlýju og finnst það skemmtilegt og eru ofarlega á þeirra lista yfir eitthvað svona sem þeir gera á sínu ferli þannig að allir leikir í höllinni með mikilli stemningu og þeir eru geggjaðir þannig að við þurfum bara á því að halda. Og svo er þetta kannski svona skref á, já, hvernig leið svona frá Evrópumótinu, það sem að eitt og annað vanti kannski betur fara? Já, bara engin spurning, allur tíminn sem við komum saman hann er mikilvægur og þú veist, því betur sem við nýtum hann, því betur sem við spilum, því betur líður manni og án þess að vera komnir á næsta stórmót þá treysti ég mér alltaf til að segja það við ætlum okkur þangað, við ætlum okkur hluti þar en við getum heldur ekki staðið og sagt alltaf ná okkur árangur á okkur mótum en við getum svo ekki gert undankeppnin eins og menn og þannig að nú bara tekum við tímið þar sem ég vona að þeir spilu vel og meiðist sig ekki og svo bara mætum við, nýtum þennan stutta tíma sem við erum saman og mætum svo einbeitt til leiks 8. maí og þetta er leikurinn mikilvægur og það er mikilvægt að stimpla sig inn og gefa ekki mörg færi á sér og það snýst náttúrulega þessi fyrsti leikur.